Hérna erum við komið alveg splunkunni Audi Q6. Þetta algjörlega punkturinn yfir íð. Ég myndi segja að hérna sé Audi komin með bíl sem eiginlega alveg eins og að keyra bíl með brunavél nema hann með rafmótor. Og þessi rafmótor, hann að gefa 387 hestöfl í þessum bíl og hann að koma upp í 575 hestöfl, það að segja SQ6. Það sportlínan af þessu. Í þessum bíl sem við sitjum í hérna, sem að S-Line gerð, fullt af svona auka sem ekki í hinum bílunum. Já, það meðal annars nudd í sætunum, mjóbakstuðningur hérna í þessum, ég finn það alveg, það allavega nudd í sætum. Hér símhleðslan hérna undir og ég með valkosti að setja hann í nokkra aksturstillingar, Dynamic, Balanced, Comfort, Efficiency og Offroad. Auðvitað vil ég hafa hann í Efficiency. Það hérna mjög flotta myndavélar í honum. Ég get ekki betur séð en að þær séu alveg kýrskýrar. 360 gráði hérna. Og það hægt að sjá bílinn frá ýmsum sjónarhornum. Smellir maður hérna á punkta á þessar litlu hérna hliðarskífu. Og svo hægt að fá alveg panorama-view hérna. Og dragnin á þessum bíl cirka frá svona 570-80 upp í 616 km. Og við erum að tala verð frá svona 13,9 upp í rúmar 19 milljónir. Og þetta eru bílar sem keppa við Porsche Macan, Benz típurnar og BMW-in. Þessi hérna á 21 tómu felgum og ég ætla að taka það fram að togið í þessum bíl. Það 855 Nm sem þýðir það alveg svaðalega gott að keyra hann. Hann togar vel, hann mjög kraftmikill, en það samt engin svona högg í honum eins og svo mörgum rafbílum nútímans sem að gefa manni spark í rassinn þegar maður tekur á stað og setur allt í botn. Ég get sagt ykkur að það maður situr mjög vel í þessum bíl, maður horfir, sjónlínan þægileg og hérna erum við með, það rafdrifið stýri hérna á honum, svona, ég vil fá það eins upp, svona til þess að sjá allan skjáinn, þá stýrið mjög þægilegt fyrir mig. Það náttúrulega skynvætur hraðastillir og akreina-stýring og akreina-vari og allt þetta sem í þessum bílum í dag. Stýrið svona mjótt, það pínu gamaldags. Hérna að lúkka á þessu, þetta svona bara eins og gömlu sportbílunum í gamla daga. Hérna S-Line merkið. Það sem ég sé hérna fyrir fram að mig á hérna mælaborðinu mjög einfaldur hraðamælir og þar sést líka í bílinn, ég horfi aftan á bílinn og þar við hliðina get ég séð ferð sikkur megin við mig ef að út í það farið. Það loftpúðafjörun í þessum bíl. Ódýrari típurnar koma með komfortfjörun og síðan þetta að fá S-sportfjörun í þá líka, en þessi með loftpúðum og hann alveg lunga mjúkur. Þú keyrir yfir hraðahindrun og það bara eins og þú situr inn í sófa heima hjá þér. Það hægt að fá hana bíl, bæði í Sportback útgáfu og svo SUV útgáfunni, alveg svo ID4 og ID5. Og hérna erum við með 526 lítra farangursgeymslu og það hægt að fella niður sætin í, það 40-20-40. Hér allt mjög solid, hérna undir erum við að tala auka geymslu, svolítið djúpa. En allavega þá erum við að tala hérna kapalgeymslu og eitthvað svolítið. Þetta allavega mun starra en svona blómaker sem maður hefur fyrir framann andirið hjá sér á sumrin. Að þú sért ekki komin upp í ykkur 1800 lítra þegar þú fellir sætið niður. Það hægt að gera það hér innanfrá. Og svo þetta hérna system sem ég veit ekki hvað maður á að gera þá við þegar maður búinn að fella niður sætið nema að geyma það heima eða eitthvað svolítið kannski. Og að sjálfsögðu rafdrifinn hleri. Og þessi bíll allur hlaðinn hérna svona öryggisbúnaði, það aðvörun og hann stoppar ef það einhver umferð og þú ert að bakka og það kemur bíll þvert á hann.
þá gefur hann merki það og það sem að mér finnst mjög þægilegt við þennan bíl að það er hann úr loftpóðafjörun sem gerir hann alveg svo maður spáir ekkert í fjörunna. Maður bara situr hérna og eins og maður sé inn í stofu. Hann tekur alla misfellur á þess að hafa nokkuð fyrir því. Hérna er orkuendurheimtin, það er hægt að stilla hana á nokkra vegu. Það er hægt að stilla hana á 3 vegu sýnist mér. Og þá hleður hann mest inn á sig og eiginlega bara alveg, stoppar alveg. Ég býst við að sé svona kerfi á honum stop and go eins og í Volkswagen og skótanum. Og það þarf ekkert að fjölurða neitt aflið í honum, það er bara alveg nægt. Hérna í húddinu þá er hér ansi stórt fröng. Við erum að tala hérna 64 lítra. Þetta er alveg hellingspláss hérna, það kemst alveg lítil ferðataska hérna. Svo er náttúrulega hægt að geyma allt sem að tilheyrir hérna rafmagninu hér og hreinsivörum og eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega rúðupiss hér. Og reiknaði með því að það væri nú ekki mikið mál að setjast hérna aftur í. Hérna er alveg þrælfínt pláss. Sætið er í þeirri stöðu sem að ég ók bílnum hingað í og hérna erum við með svona net hérna til þess að geyma ýmislegt smálegt. Það eru svona hlíðagardínur hérna fyrir sólana. Hérna erum við með stýringu á miðstöð og hita í aftursætum og hérna undir eru 2 USB-C tengi. Sætin hérna eru mjög þægileg, þau halda við aðeins bakið. Maður finnur að þau grípa svona svolítið utan bakið sætis seturnar hérna. Þær eru alveg þannig að maður er með fæturnar í 90 gráður. Maður er ekki svona upp með þær hérna, heldur ef maður setur það hérna undir stólinn, framstólinn og þá eru fæturnir alveg í réttu horni hérna og það er mjög þægilegt að maður situr afslappað hérna. Hér er armpúði hérna í miðjunni með svona bollahaldurum. Það klikkar ekki. Þetta er allt saman alveg toppflott. Fyrst og fremst er þetta hágæða framleiðsla. Þetta eru toppgæði hérna í öllu hérna inni. Þú ert að fá það fyrir peningin sem þú borgar fyrir í þessum bíl. Hérna er Audi búið að setja rafdrifið lok sem opnast svona út í loftið. Ég bara skil þetta ekki alveg. Mér finnst að þeir hefðu átt að setja þetta lok þannig að það opnist upp eða niður en standi ekki svona út í loftið. Það er mjög auðvelt að rekast í þetta og það brotna af. Hérna er hægt að hlaða bílinn í hraðhleðslu og hann tekur alltaf 270 kWh inn á sig í einu sem þýðir það að ef að þú ert með alla þá orku inn á bílinn þann tíma sem þú ert að hlaða þá ert að geta hlaðið hann frá 10 upp í 80% á svona cirka 21 mínútu. Nú síðan bara ítir þú hér á þetta lok hérna til þess að lokist aftur og það er annars svona lok hinum megin sem að gerir þig kleift að hlaða báðum megin en það er bara fyrir heimahleðsluna. Heimahleðslan tekur 11 kWh inn á sig í einu og þá erum við að tala mjög þægilegt að geta sett hann í samband ef að þá þarfst ekki að bakka honum inn í stæðið, heldur bara keyrir hann inn eða bakkar honum og getur tekið hægri eða vinstra megin frá. Þetta þykir sá bíl sem er hvað með býður upp á hröðustu hleðslu í dag. Við erum að tala 21 mínútu frá 10 upp í 80% ef hann nær 270 kW inn á sig í hleðslu í þann tíma sem við erum að hlaða í þessar 21 mínútu. Hérna sýnist mér nú skjárinn vera bara alveg á pari orðið við það flottasta í dag. Þetta mælaborð er miklu skemmtilegra heldur en í eldri bílunum og hér er komið svona lítið mælaborðsskjár hérna fyrir farþegann. Tölum aðeins sætin, þau eru hönnuð með það í huga og þú sést að keyra hratt í langan tíma. Þetta er þýskur bíll og ég hugsa að S-Line sé meira gerður svona fyrir hraðbrautarakstur heldur en annað og þau eru stíf en þau halda alveg ágætlega við og þú getur farið hérna þú getur lengt seturnar þannig að það sko þrýstast hérna eiginlega upp í hérna hnésbæturnar sem er bara mjög þægilegt ef maður er að keyra langt. Þá fær maður ekki verk hérna í það sem við köllum bensínlöppina í gamla daga sem er þá rafmagnslöppin í dag.
Hérna eru 2 USB-C. Það sígarettukveikjari í þessum bíl. Það finnst mér alveg ótrúlegt. Til hvers? Ekki allir hættir að reykja í dag í bíl? Hérna erum við með svona píanoglans. Hérna getum við hækkað og lækkað í útvarpinu. Það náttúrulega líka hægt í stýrinu og mjúta það. Það hiti hérna í stýrinu. Hérna miðstöðin. Mjög auðvelt að eiga við hana. Mun auðveldara heldur en til dæmis á Volkswagen ID.5 þar sem þú þarft að strjúka eftir mælaborðinu til þess að fá hitan upp eða niður. Hérna hiti í sætum og það kæling í sætunum líka í einhverju típunum. Hérna erum við komin upp með miðstöðina og getum valið þá þær stillingar sem við viljum, aukið og minnkað, synkað hana og hérna þetta allt saman svona fyrir framan mann. Það sem að mér finnst koma eiginlega mest á óvart hversu rosalega gott að aka bílnum og hann lætur vel á stjórn. Stýrið skemmtilegt og bílinn allur mjög solid og náttúrulega mjög kröftugur bíl. Þetta Audi sem að hugsaðar fyrir hraðari akstur heldur en gerist og gengur og þá þarf allt að vera sterkt og solid og það þessi bíl alveg 100%.